Hæ, ég heiti Lukas Dói, ég er nemandi á K2-brautinni í Tækniskólanum og ég er að vinna á lokaverkefni með Ísbor. Ísbor er verkefnið sem við erum að fjalla bráðnun jökla á landinu og áhrif þar á náttúru. Ástæðan okkur að fjalla jökla er vegna Ísland er eitt af fáu löndum sem er ennþá með fullt af jöklum eftir, en þeir eru að hrofna allt of hratt. Og sumum stöðum að hverfa hraðar heldur en annars staðar. En hvað þýðir þetta í raun? Er þetta bara náttúrulega afleiðingar sem hafa áhrif á Ísland? Það sést bara að jöklar á Íslandi, þeir eru almennt að bráðna ansi mikið og það er bara staðreynd. Það er ekki beint skoðun, það er bara staðreynd. Íslensku jöklarnir eru 800 til 1000 ára gamla sögu og með því að bora í gegnum Suðurskautslandið þá hafa þeir fengið 1 milljón ára sögu loftslagsins aftur í tímann sem er náttúrulega mjög gott. Loftslagsbreytingar, ef að þær halda bara áfram að verða hlýnun, eru kannski að sumu leyti jákvæðir fyrir gróðurfar og annað slíkt hér. Meðan að aðrir heimshlutar eru í stórkostlegum vandræðum. Þannig að þegar jöklarnir hverfa, þá er ekkert regnið fellur sem bara vatn en ekki sem snjór, eða úrkoma fellur sem regn en ekki snjór, að þá verður regntímabilið eina tímabilið sem er vatn í ánum. Þannig að þá fer allt vatni bara leið. Eitt af því sem að við búum hér á Íslandi þá er stór hluti af okkar raforkuframleiðslu, hún byggist á jöklum. Sú hlýnun sem er í gangi, hún getur haft þær afleiðingar og það er raunverulegu möguleiki að hafstraumarnir í kringum Íslands, þeir muni breytast stórkostlega á þann hátt að það færi að kólna á Íslandi þó að víðast hvar annars staðar í heiminum yrði gríðarleg hlýnun. Já. Og ef það gerist þá færi jöklarnir að stækka aftur. Við sjáum að bráðnun jökla er bæði vísinlegt fyrirtæki og raunveruleiki. Þetta mun hafa áhrif á okkur öll einhvern veginn í framtíðinni. En hvað er næst? Viljum við vekja athygli á bráðnun jökla allan heim? Að lokum vil ég þakka öllum takk hérlega fyrir athyglina og þakka fyrir hönd hópsins Dingjökull.